Hér sjáum við 81 árs gamlan mann. Jafnaldrar hans búa margir hverjir á elliheimilum og spila bingo. Þessi maður er ólíkur öðrum mönnum á níræðisaldri. Já, góður áhorfandi, við erum komin hér með Magnús Norðdahl, virtasta listhljóman okkar Íslendinga fyrr og síðar. Segðu mér Maggi, þetta er dálítið spes mótor að því leitið, þetta er svokallaður línumótor. Það stemmir, 6 sílindra. Hérna eru ein vagn, önnur hinum megin. Og hér eru 2 karburatorar á þessu. Já, þeir eru þannig útbúnir, það skiptir engu máli hvort hún er á hvolfi eða ekki. Þeir sjáum að fæða mótorinn alveg jafnt sem er. Það er einn smápunktur og flögur lóðrétt upp. Ef þú tekst að fara alveg lóðrétt, þá vil ég hósta. Ef aðeins halva gráðu sikkur megin við lóðrétt sem engin manneskja sér, þá hósta þeir ekki. Já. Það eru svona nákvæmir í kvefinu. Akkurat, ég skil þig. Maggi, nú eru krepputímar og fólk gerir ýmislegt til þess að stytta sér stundir. Þegar þú ert búinn að vera heima yfir daginn að lesa Moggann, búinn að lesa hann 3 sinnum og komið leið á því að fara í bónus og versla það sem konan segir að versla. Kíkirðu þá niður á flugvöll og styttir þér stundir? Það gerir ég. Það er aðal dægrastyttingin að skreppa út á flugvöll, tala við strákana, eins og ég kalla það, og Mostveitinni, Mosoklubbinn. Þar hittir maður ungu kynslóðina, rappar við þá og endurnýja kynni, gamla og yngri. Gefur lífinu lit? Akkurat, gerir lífinu lit. Nú ert þú búinn að vera að fljúga þessari flugvél hérna mikið, kölluð Slinn. Hvað geturðu sagt okkur um þessa vél? Kennsluflugvél í listflugi og er gæðagripur, tékknesk og sem best veit smíðað skóta. Menn höfðu nú ekki mikið á virðingu fyrir því nafni hérna á tíma, en þetta er gæðagripur og vel smíðuð og einstaklega skemmtilega flugeiginleika. Já, hvað er hún gömul? Hún er frá 66. 66? Hún er helmingurinn af því? Hún er yngri sko, lítið líka betur út. Ég segi það ekki. Flýgur alltaf beint á lárétt? Nei, ég á mjög erfitt með það. Af hverju? Sko, það þjónar ekki neinum tilgangi nema komast á milli staða. Flýgur þú aldrei á millistaða? Og lítið svona. Þegar þú flýgur á millistaða? Þá er ég neyðast til að fljúga bara upprétt og horfa fram fyrir mig eins og fuglinn og taka því sem er. Maggi, við spurðum Benna Thor, eða Björn Thoroddsen, hvað hann væri í dag ef það hefði ekki verið vegna flugsins. Hann skauti sjálfur á okkur áðan að hann giskaði á það að þú væri countrysöngvari ef þú hefur ekki farið í flugið. Hvar væri Maggi Norðdahl í dag ef hann hefði ekki farið í flugið? Það væri ekki gott að vita. Það þýðir eiginlega ekkert að spekula í því. Því að ég var ekki nema held ég 8 ára þegar ég var búinn að ákveða þetta. Svo það kom ekkert annað til greina. Við fórum í flug með þessum mikla flugkappa sem sýndi þá að sanna að aldur er afstætt hugtak. Vélin bókstaflega lék í höndunum á Magga og greinlegt að hér var engin nýgræðingur á ferð enda Maggi með 28.000 flugtíma.
Aldeilis, alltaf nóg að gera og þá sérstaklega tengt fluginu. Já, það yfirleitt og mikið tengt fluginu. Ég spurði konu, hún segir stundum ég eyði of miklum tíma í það. Já, segir hún það? Segir. Blessaðar konunnar. Hér setur Maggi vélina í svokallan spuna sem virkar þannig að vélin ofrís. Í spunanum svo aðeins annar vængurinn að búa til lyftikraft sem snýr flugvélinni í kringum vænginn sem ofrísum og án lyftikrafts. Segðu mér Maggi, hvernig með blóðþrýsting ef hann of hár eða lágur og þú kannski, þú ert ekki nýfæddur, úrskulum orðað þannig. Hvernig fyrir svona menn á þínum aldri að vera að fljúga listflug sem reynir mjög á líkamann til dæmis? Já, ég verð ekki var við neitt. Ég með blóðþrýsting í sem kallaður í hærri kantinu og eftir amerískum, rannsóknum fyrir listflug, þá kemur það betur út. Þá fer ég yfirleitt við hátt gelót, þá missi ég aldrei blóðþrýsting á höfðinu sem má ekki ske, ekki brot úr sekúndu falla. Og sem sagt það virkar vel að öllu leyti. Lágan blóðþrýstingur mjög erfitt fyrir listflugmann. Hann þarf svo lítið til að fá sem við kalla wobbles. Ég finn ekki fyrir neinu þó ég fari margar veltur í röð. Ég held bara að yfirleitt að flest allir sem eru komnir þennan aldur séu með blóðþrýsting í hærri kantinu og það gerir engum til. Nú flýgur þú flugvél eins og herforingi. Ertu góður á öllum sviðum, ef þú skilur hvað ég menna? Já, það alveg helst í hendur. Það helst í hendur. Þú hefur einnig flogið Maggi KAP 10 og Jak 55. Nú, hér ertu með Slinn sem svona kannski meiri kennsluvél og hægari hreyfingum og ekki með, hvað mótorinn stóra á Slinnunum hér? 160 hestöfl, skráður. 160 hestöfl, Jak 55 með 360 hestafla mótor. Hver svona helsti munurinn á til dæmis þessu, mismunurinn á að fljúga til dæmis Slinn og Jak 55 og KAP 10? Sko, Slinn og KAP 10 eru álíka vélar. Báðar kennsluvélar fyrir listflug og sportvélar. Jak 55 smíðuð eingöngu fyrir listflug og keppni. Sem sagt, hún með engin limit. Það má segja það að vélin þolir það sem þú þolir líkamlega að öllu leyti. Hún þolir að gera sem sagt öll atriði í listflugi, næstum því á fullum mótor, stanslaust. Það engin limit á því. En líkami mannsins að vera orðinn svolítið þreyttur eftir hálftíma held ég. Þú hefur lifað tímana tvenna í fluginu. Í dag 2009, þú flögst fyrst árið 1945. Hver finnst þér svona helsta breytingin sem hefur orðið á öllum þessu tíma? Ef þú ferð aftur og... Breytingin eingöngu mest í pappíravinnu og breytist náttúrulega með nútíma flugvélum í að nota meira númer, sem sagt, fly by numbers. Og því miður þá held ég að við hraka aðeins að fljúga eftir svona tilfinningu. Það vantar aðeins af því að það aldrei dýrt nefnilega að halda því við líka og treyst mikið á númer. Það myndi ég segja að sé eiginlega eini gallinn í framtíðinni eða nútíðinni með númerinu að það treyst of mikið á það. Finnst þér flugmennirnir hafa breyst? Nei, þeir hafa ekki breyst. Þetta því miður, þetta orðið leiðigjarnari vinna. Það alveg viðurkennd staðreynd að fljúga listflugi og við það bætir mikið og gefur góða tilfinningu.